Þetta er verkefni 18 myrkvar, liður 5. Í verkefninu eiga að vera 5 neðanmálsgreinar. Það er búið að setja inn fyrir ykkur 4 og fyrsta birtist hér neðst á fyrirsíðunni og svo eru hinar 3 komnar hér inn. Þannig við eigum eftir að bæta við fyrirsögn, ekki fyrirsögn heldur neðanmálsgrein, hér og eftir þessari fyrstu fyrirsögn. En byrjum á því samt að færa bendilinn niður í einhverja af þessum neðanmálsgreinum sem eru fyrir í skjalinu. Því við ætlum að breyta stílnum fyrir þetta, fyrir þennan stíl. Hafið bendilinn hér einhvers staðar og veljið svo hérna neðst á stílarúðunni Style Inspector. Þá fáum við upp hér stílinn, footnote text. Stundum getur verið erfitt að finna hann í listanum hér og þá er þessi leið mjög hentug. Veljið hér örina til hliðar og fáum upp valmyndina Modify. Við ætlum svo að hafa í format paragraf hangandi inndrátt 0,4. Það sem við gerum með þessu er að minnka bilið þarna á milli, sem hér á milli frá tilvísunartákninu og að textanum. Ok, hér og svo líka hér og þá sjáum þið bilið minnkar. Getum svo lokað þessu og þá sjáum þið líka að það hefur breyst formið hér og þar sem að textin neðanmálsgreina fyrir 2 línur og að því við erum með hangandi þá dragast þær inn líka hér. Þá ætlum við að bæta inn neðanmálsgreinni sem á að vera fyrsta fyrirsögnin og textin fyrir þá neðanmálsgrein er aftast í skjalinu. Við veljum textan hérna frá sólmyrkvi og hér útsend. Ekki hafa endurmerki með. Við sleppum því þá höldum við nefnilega þeirri letustærð sem kemur fyrir neðanmálsgreina. Veljum bara copy og þetta. Færum okkur svo hérna fremst í skjalið og eftir fyrirsögnina sólmyrkvi veljum við references, insert footnote, ýtum á dálknappinn og límum inn textan sem við vorum að fá aftast í skjalinu og það er sama letustærð og er á neðanmálsgreinunum. Þá getum við í lokin hérna hent út textanum sem er hér, þurfa þetta ekki lengur. Þið setur svo rétt form á heimildirnar og þið athugið listin sem heimildarskráningin er með á að vera raðaður í stafrófsröð og skáletrur alveg samkvæmt ákveðnum fyrirmælum sem eru hafðar varðandi skráningu heimilda í svona lista. Svo munið þið að það þarf að setja hér dagsetninguna sem þið skilið verkefninu af ykkur og þið setjið dagsetninguna sem þið vinnið verkefnið og þið setjið nafnið ykkar hér skáletrað ef að þið skilað rafrænt og í raun og veru þá er undirskriftin, hún er nokkurs konar staðfesting á því að þið eða höfundur verksins hafi unnið verkefnið heiðarlega og aflað ykkar heimilda og notað efnið á heiðarlegan máta sem hefur mjög mikið að segja. Það er staðfesting á því.